Við ætlum að ræða málmálana sem eru efnahagsmál og kjaramál, hvernig fólk hefur það í íslensku samfélagi. Það voru kjarasamningar hérna áramótin og þau stemdu af því að lækka verðbólguna og lækka vexti og slíkt og það hefur nú ekki alveg gengið eftir og maður finnur það í samfélaginu að það svona meiri þungi í fólki að svona fjárhagslegir erfiðleikar eru að skríða upp eftir tekjuhópunum. Maður heyri fólk sem myndi ætla að vera bara með fínar tekjur sem byrjað að kvarta mikið yfir, vaxtakostnaði og húsnæðiskostnaði og öðru slíku. Til þess að ræða þetta aðeins svona lífskjarakrísuna er hingað komið Stefán Ólafsson, prófessor í félagsfræði og sérfræðingur á skrifstofu Eflingar. Vertu velkominn. Takk. Mér langar að byrja á einu og að því að við vorum hérna með eint og tægri fólk hérna í þættinum Synir Egils og pröfa það. Og þá var sem að maður heyri svo oft að laun eru hvergi hærri en á Íslandi og þar leiðandi svona allt tal það að kvarta yfir lífskjarakrísu og öðru slíku væri eiginlega bara vesadómur. Við ættum að geta staðið þetta að okkur, það verður enginn það betur heldur en þið. Og því að þú komst hérna með 2 gröf með þér, þar sem að þú ættir reyndar ekki að bera saman kannski hver laun á Íslandi í samanburði við önnur lönd heldur hversu stór hluti landsmanna á erfiðleikum á endur saman. Já, einmitt. Svolítið annað sjónarhorn því að afkoman hún ræðist ekki bara laununum, hún ræðist líka verðlaginu, hún ræðist af framlaginu sem fólk fær úr velferðarkerfinu, hún ræðist af dreifingu skattbyrðarinnar og fleiri slíku. Þannig að þegar við erum að mæla erfiðleika fólks á endum saman, þá erum við í raun og veru með svona eins konar samandregna mælingu á því hvernig þetta allt saman að spila saman til að skila kjörum. Sem að skiptir máli eins og þegar maður að tala við fólk sem býr í Skandinavíu. Við höfum stundu gert það hérna. Og þá kemur þetta eiginlega svolítið sterkt fram að það eiginlega lýsa samfélagi sem bara, hvernig mætti orða, heldur bara betur utan fólk. Og það náttúrulega hluti velferðarkerfisins að tryggja það að þeir sem eru á lægstu tekjunum geti lifað bærilegu lífi án þess að vera með afkomukvíða og án þess að vera alltaf í einhverju bölvuðu basli. Já, mikil ósköp, bæði það og eins líka þegar að harðnar á dalnum að þá á velferðarkerfið að hlífa þeim sem verstanda betur. Þannig að það að finna minna fyrir lífskjarakrísu og þetta sjáum við gerast á hinum Norðurlandunum. En að því að þú nefndir þetta að hægra fólk að tala að hér séu hæstu laun í heimi. Þetta er mikið. Jú, það alltaf atvinnurekendur alltaf að básúna þessu út og það að mörgu leyti rétt að við erum með há laun, ekki þau hæstu í heimi, ég gútera það ekki á að líta á kaupmátt launa. Við erum svona nær því að vera 50-70 hæstu og þá með ráðstöfunartekjur. Og meðaltali þá eða? Já, að meðaltali fyrir þjóðina. Ég hef leikið mér að það bera saman lægstu laun á Íslandi við Sviss og þótt að verðlagsið ívið hærri en í Sviss og svo ef maður fer með að gennum skattkerfið líka að þá var ég að slá á það að við þyrftum að koma lægstu launum á Íslandi upp í 600.000 krónur til þess að sá sem eru lægstu launum á Íslandi byggja við sömu kjör og í Sviss. Já, algjörlega og þetta mitt endurspeglað aldrei svona hina þættina, þannig að það ekki nóg að segja að laun séu há, við getum alveg svo sem skrifað upp á það, þó að við þurfum ekki að skrifa upp á þau séu hæst í heimi, en þau eru há í samanburði, en og þetta seðlabankastjóri að básúna og þegar hann að verja sína háu stýrivexti og þeir séu talar nánast eins og þeir séu ekki að hafa mjög mikil áhrif á afkomu heimilana af því að það ekki mjög aukin vanskil á húsnæðislánum sem að fólk lætur náttúrulega vera í forgangi, það sker niður við sig annars staðar. Og fyrir út af það þá er seðlabanki með reglur þannig að þeir sem eru fátakari og eru með lægri tekjurnar, þeir megi ekki skulda húsnæðislán. Það er ein leiðin til þess að minnka vanskilin, það er bara að banna hinu fátækara að skulda. Já, þú lokar leið þeirra að lánum til að kaupa íbúðir eins og þeir hafa gert núna síðust ára. En ég langar að skoða þessi gröf sem að kosta. Fyrst svona tabla sem að það er erfitt að ná endum saman eftir Evrópulöndum. Þarna ertu með rautt strik á Íslandi, rétt fyrir neðan miðju í 44% landsmanna sem í erfiðleikum að ná endum saman.
Já, þetta sem sagt hlutfall þeirra heimila sem að svara spurningum þetta. Þannig eru þeir sem segjast eiga mjög erfitt, pluss þeir sem að segja að það sé erfitt, pluss þeir sem að segja að það sé nokkuð erfitt. Þannig að þannig allur hópurinn mismunandi alvarlegt innan hópsins, en þetta heildarhópurinn sem á í einhverju basli við að... Og þetta raunveruleg mæleining að þegar þú horfir á svo töflu að þá finnst þér að þú getur sagt að til dæmis þú merkir hérna Norðurlöndin sérstaklega. Svört hérna neðst. Já. Kerfið þeirra, samspil launa og verðlags og velferðarkerfis, að það betra. Já, það áberandi betra. Það betra líf í þessu löndum. Þó að launin séu lægri þar, jafnvel, í sumum af þessum Norðurlöndunum, samt útkoman fyrir heimilin betri. Af því að þetta samspil launa, verðlags, húsnæðiskostnaðar, velferðarframlags og skattkerfis, að það myndar betri matrixu fyrir heimilin á hinum Norðurlöndunum og skilar betri afkomu, léttara lífi. Já, og þarna næst neðst Sviss, neðst Holland. Já. Þannig að í þessum löndum þá hefur verið tekin ákvörðun það að það eigi að vera þannig að þeir sem eru með lágar tekjur, að þeir eigi samt að þurfi ekki að lifa við áhyggjur. En það samt að þetta nú 18% þarna í Hollandi og næstu 20% í Sviss og Noregi. Já, og þetta árið 23 þar sem að verðbólgan alls þar í Evrópu fór upp í hámarkið, sko. Þannig orkukrísa Evrópu ekki búin að jafna sig? Hún ekki búin að jafna sig og hún var miklu þyngri partur heldur en við lentum í hér og það svo sem í mörgum Evrópulöndum líka hefur húsnæðisverð hækkað og leiga hækkað. Þetta dálítið algengt mynstur á Vesturlöndum hefur verið núna en samt þessi útkoma þetta betri sem að segjur okkur að þetta samspil afkomu kerfana, það bara betur stillt í þessum löndum og greinlega meiri vilji stjórnvalda til að hlífa þessum lægri hópum, þeim sem standa. Hitt grafið sýnir þróun frá 2007, frá því sögufræga ári, og til 2023 sem í fyrra. Rauða línan hann sem svífur yfir öllu, það Ísland. Þannig að það eins og þessi krónískt lagara kerfi hér, þetta samspil. Já, á Íslandi hærra hlutfall heimila allt tímabilið, hver einasta ári, bæði í góðæri og í hallæri það miklu hærra á Íslandi. Það reyndar þarna 2 ár, 2018 og 2021, það sem að munar minna. Samt. Og svo þegar erfiðleikarnir koma, það líklega það sem hún halda fram, að þegar þetta samspil veikt, að þá þegar að koma erfiðleikar, að þá ríkur þetta upp úr öllu valdi. Þá verður höggið á heimilin miklu meira hér heldur en annar staðar og þannig var það við hrunið og hrunið var svo sem miklu alvarlegri efnahagskreppa hér heldur en á hinum Norðurlöndunum og við sjáum bara hvernig byrðarnar sem og menn muna þetta segið sem muna 15 ára aftur í tíman, sko. Það engin sem að geti sagt það að það væri meiri erfiðleikar núna á undanförnum árum á Íslandi sem að væri rök fyrir því að hér ætti að vera harðari lífskjarakrísa eða sem að hækkar hluta þeirra sem í erfiðleikum á endum saman, að það á síðustu 3-4 árum að það sé ástand á Íslandi umfram sem á Norðurlöndunum. Bara fjarri lagi, sko, frá 2021 til 2023 þá meiri hagvöxtur á Íslandi heldur en á hinum Norðurlöndunum öllum og skuldastaða ríkisins bara, hún enda góð líka á hinum Norðurlöndunum, en hún ekkit sérstaklega slæm hér á Íslandi þrátt fyrir að skuldir hafi aukist út af COVID. Við sluppum orkukreppuna sem meiri segja náðu Suður Noregi og hafði töluverð áhrif á lífskjöru í Danmörku og Svíþjóð. Já, við sluppum við hana og þannig að bara það að afkomu erfiðleikar skuli hafa aukist svona mikið á árinu 2022 og 2023 á Íslandi og langt umfram það sem var á hinum Norðurlöndunum, bara langt umfram það.
Danmörk var svona í humátt á eftir okkur en muna samt miklu sko og þannig að þetta bara endurspeglar afleiðingar af þessari hagstjórn sem að hér hefur verið. Annars vegar þessi baráttuleið Seðlabankans að pína skuldsettan hluta heimilanna með gríðarlega háum stýrivöxtum og svo hins vegar misheppnuð hagstjórn húsnæðismála sérstaklega sem að bæði Seðlabankin og ríkisstjórnin eiga fulla sök á og bara geta átt enga rétt á því faktist sko. Þannig að þetta sýnir vel afleiðingar af þessu. Og veikara velferðarkerfi sem að síður grípur þá hópa sem eru viðkvæmir, einstæðir foreldrar, barnafjölskyldur, jafnvel bara lágtekjufólk og lægri millitekjuhópar fer alveg upp í millitekjur sem að fólk að finna bara mjög mikið fyrir þessu. Það getur vel verið að fólk hafi ýmsa leiði til að berga sér, fólk vinnur tvöfalda vinnu og allt þetta og getur skorið niður við sig eitthvað en auðvitað setur fólk húsnæðis afborganir af lánum og leigu, fólk setur það í forgang því að það bara slík frumþörf en byrðarnar sem að leggjast og ef við skoðum þetta að það eru 44% heimila á Íslandi í fyrra sem að voru að glíma við erfiðleika við að ná endum saman, það fór hæst eftir hrun í 52-3%. Það munar ekki svo miklu. Munar alls ekki svo miklu og Þetta ekki skána síðan 2023? Sko það skánað örlítið. Kom eitthvað svona auka inn í velferðarkerfin í tengslu við kjarasamningana? Já, við höfum ekki það kemur inn í kjarasamningana sem að koma að telja inn núna frá með haustinu. Ég myndi segja að þetta hefur skánað aðeins á þessu ári, mun verða aðeins skárað þessu ári, 24, en ekki nærri nógu mikið til þess að jafna þetta niður aftur. Varða gerði könnun í vor það sem að hún spurði þetta sömu spurningar erfiðleika við að ná endum saman og þá eru þessi 44% komið niður í 41% tæft sem ekki mikið breyting en það algjörlega áður en áhrif á kjarasamningunum eru komin inn þannig þau munu væntanlega lækka þetta eitthvað. Stóra spurningin hversu mikið og það algjörlega háð verðbólgunni og áfram stýrivöxtunum sem að eru bara talsverð ógn við það sem að kjarasamningarnir áttu að skila að það muni koma í hús á þessu ári. Upplegg kjarasamningarna var að mörguleyti að reyna að gera þetta samspil líkara því sem á Norðurlöndunum, að styrkja velferðarkerfin, hafa hófstilltari launakröfur í vonum að það myndi draga úr verðbólgu sem aftur myndi lækka vexti og þannig að verða að feta sig í það að þessi lína þarna færi þá niður. Einmitt. Það margt sem bendið til þess að þetta sé bara ekki að ganga eftir. Já, en sem komið það ekki að ganga nógu vel eftir og horfurnar því miður út þetta ár eru ekki nógu góðar. Það verið að spá því, Seðlabanki sjálfur að spá því að verðbólgan verði enn í 5,8% í lok árs sem nú bara sjónarmunur frá því sem að núna og með það með við þau rök sem þeir hafa verið með hingað til þá ekki von á stýrivaxtalækkun sérstaklega nema þeir ætla að breyta málflutningi sínum sko. Skiptum skoðun sem ekki mjög líklegt fyrir svona Þeir gera kröfur einhverja aðgerðir ríkisvaldsins til þess að vega upp á móti verðbólgu. Það eiginlega enn ólíklegra að það komi einhverjar breytt stefna þaðan.
Já, það helst að sko að það sem maður heyrir á ráðherrunum að þeir hugsa ef að þeir eru spurðir framlag ríkisins til að draga úr verðbólgu, þá virðast þeir ekki hugsa neitt út fyrir ramma nýfrjálshyggjunnar að það eina sem að ríkið eigi að gera sé að draga úr útgjöldum og það muni lækka verðbólgu. Það mun náttúrulega bara þýða lakari kjör hins vegar. Þannig að auk þess eru ríkisútgjöldin sko, það nú mjög mikil þessi síbylja sem bæði hjá atvinnurekendum og stórum hluta hagfræðinga í landinu að ríkisútgjöldin hafi hækkað svo mikið og hafi bara aldrei verið hærri og séu ekki að koma niður eins og það hafi gert í öðrum löndum eftir COVID. Staðreyndin sú að þau eru alveg komið niður, auðvitað jukust þau í COVID, þau eru alveg komið niður á svipa ról og þau voru fyrir COVID. Og þetta ekki hæstu ríkisútgjöld í heiminum, þetta ekki hæstu ríkisútgjöld á Norðurlöndum heldur. Nær því að vera þau lægstu. Ástæðan fyrir hallarekstri ríkissjóðs það að ríkissjóður vanfjármagnaður vegna þess að við innheimtum ekki sömu tekjur á aðrar þjóðir. Já, þeir trössuðu það að þegar það var farið í COVID-aðgerðirnar að láta borga fyrir þær og héldu upp í skattfríðindum á hátekjuhópana og fyrirtækin. Svo þegar útgjöldin lækka eftir COVID, þá kemur í ljós að sko svona venjulegt ástand á ríkissjóði líka þannig hann vanfjármagnaður. Já, með við þarfinnar í landinu. Já, eða það sem að þessi stjórnvöld vilja eyða, ef við getum orðað svo. Þau vilja ekki innheimta tekjur til þess að standa undir þeirra eyðslu. Þó svo að eyðsla sig kannski minni en margir gera kröfur sem að gera þá kröfur enn frekari skattheimtu og þá náttúrulega fyrst og fremst skattheimta á hinum betursettu. Já. Það er akkurat sem að sú skattheimta hlutfallslega minni hér heldur en í nágrannalöndunum eins og hinum Norðurlöndunum. En hún meiri hér af þessu fólki, 44% heimila sem eiga í erfiðleikum með að ná, eða einhverjum erfiðleikum með að ná endur saman. Skattheimtan á því fólki sambærileg hér og í næstu löndum? Sko, ég gerði... Skattheimtan að ýta þessu enn frekar upp? Já, skattheimtan ekki að hjálpa til. Skattheimta á lægri tekjuhópa. Ég fekk ágætis gögn þetta árið 2019 og bar það saman á milli Norðurlandana og þá var hlutfallsleg skattbyrði lægstu tekjuhópa meiri hér heldur en á hinum Norðurlandunum. Ég hef ekki trú á því að það hafi breyst að neinu ráði. Og sem að segir þá og það partur af þessu sem ég var að tala áðan þetta samspil launa, skatta, velferðarframlags og verðalags að það á heildina lítið óhagstæðara hér og skattarnir eru partur af því líka og bara við getum rifjað það upp sko að óskertur lífeyrir ellilífeyrisþega úr almannatryggingu var skattfrjáls á tímabilinu 1990 til 95. Í dag borgar fólk einhverja 90.000 krónur af þeirri upphæð í tekjuskatt. Af svo lágri upphæð það eiginlega glæpsamlegt að taka peninga fólki sko, sem áhrifir mat út mánuðins. Já, það upphæð sem að dugir vart til framfærslu. Það verður skattleggja fátækt eins og... Já, það algjörlega þannig. Það það. Og það svona dapurlegt sko, þegar að við erum á hinn endan með óvenju lágan fjármagnstekjuskatt sem fyrst og fremst tekjur sem að renna til þeirra eignamestu. Og eru með lægri fjármagnstekjuskatt heldur en lönd sem eru með eignaskatt líka. Já, algjörlega. Þannig að við afnámum eignaskattin og lækkuðum fjármagnsskattin sem eiginlega sérstakur ástöfun að gera það. Já, og svo það skattur á hagnað fyrirtækja, hann líka tiltölulega lágur hér sko. En þegar þú bera saman skatta svona fólks með lægri tekjur á Íslandi við Norðurlöndin, ertu þá með lífeyrissjóðsgjöldin inn í því? Já,
Já, við tókum það inn í á þeim tíma. Því að þau leggjast bara flatt á alla. Það engin tekjujöfnun inn í því kerfi. Það engin jöfnun í því. Það að taka framlagið til eftirlauna með þeim hætti leiðir til svona hærri skattheimtu á lægri tekjur heldur en það sem þetta í svona... Já, það sem að væri í hinnu stigskipta tekjuskattskerfi, sko. Já, það gerir það, sko. Skattkerfið ekki gott fyrir fátæka. Nei, það ívilnar þeim betur settu og leggur hlutfallslega þyngri byrðar á þá verðsettu. Og veikt velferðarkerfi ekki gott fyrir hina fátækari? Nei, ekki heldur. Og þá erum við líka að tala bara upp í svona millitekjufólk og kannski fólk á yngri fjölskyldur annars slíkt sem að skulda mikið og eru kannski með lægri tekjur heldur en að fólk almennt með þegar það komið svona miðjan starfsaldurinn. Einmitt. Já, þetta fólk byrjar oft á lægri launum sko og svo með þetta þessa lífskjara brekku sem það þarf að klífa, að stofna fjölskyldu og koma sér upp húsnæði og að gera þetta á lægri launum heldur en verða síðar og bara framlagi sem að þessar barnafjölskyldur fá úr til dæmis bara barnabótum að það umtalsvert minna, sérstaklega þú ert komin upp fyrir allra lægstu launin, þá það umtalsvert minna hér heldur en á hinum Norðurlandunum. Og Hollandi og fleiri löndu sem Holland, Frakkland með fínar barnabætur og Luxemburg og svona háar barnabætur þar sko. Skattkerfið vinnur ekki með okkur, velferðarkerfið vinnur ekki með okkur, verðlagið vinnur ekki með okkur. Alls ekki. Nei, alls ekki og bara þetta vekur auðvitað upp margar hugsana því að þegar við vorum í verkalýðshreyfingunni að taka þátt í þessum kjarasamningum í vetur að þá náttúrulega þetta gert í góðri trúum að fyrirtækin muni leggja mjög hart að sér við að keyra niður verðlagið. Við þrátt fyrir allt að horfa á það að frá 2021 og 2022 eru metári í hagnaði fyrirtæki á Íslandi samanborið við síðustu 25 ár aldarfjórðung, metár metvelta, hagnaður af þeirri metveltu hærri heldur en hafi verið áður á þeim tíma og ég reikna með að árið 2023 verið svipað kannski örlítið minni hagnaður en samt afar góður í samhenginu. Og það verður að hafa þetta í huga vegna þess að ég heyri, sko það eru fréttir, ég held að það verður meira í Ríkisútvarpi bæði í hádeginu og í gær með að hvað verður erfitt að reka veitingahús og launin hefur hækkað svo mikið að það var eiginlega verið að tala inn á það að þyrfti bara að lækka laun svo að við getum haft steikina hérna aðeins lægri þannig að verið meiri veltin á veitingastónum. Það er gott að hafa þetta í huga því að það er mikil þrýstingur inn í umræðuna að við haldaði fram að sko launin séu svo há að þau séu að keyra hér allt í kaff. Já. En þú ert að lýsa því að það aldrei verið meiri hagnaður. Meiri hagnaður í fyrirtækjum sem segir að þau ættu að hefðu bara sætt sig við meðal hagnað síðustu 25 ára þá hefðu geta verið að borga talsvert betri laun. Eða lækka verð. Sem hefði ekki verið síðra og maður átti satt að segja fulla vona því að sjá einhvern kraft í fyrirtækjunum og í samtökum atvinnurekenda það að berja á því að keyra niður verðlagið. Ég heyri ekki múkk þetta frá samtökum atvinnurekenda þegar að núna var svona fjölmiðla umræða þegar að Seðlabankinn var síðast að halda háu stýrivöxtunum áfram að þá kom framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins í fjölmiðla og var með mjög mikið orðasalat það sem að var nú eiginlega þegar maður svona spurði í lokin hvað var hún að segja þá var hún eiginlega að segja að þetta væri leiðinlegt en hún skildi þetta mjög vel að það væri ekki verið að lækka stýrivöxtuna og við erum bara að bíða og vona. Ég sé engan kraft í þessu við að reyna að ná fram þessum markmiðum kjarasamningana. Ég hefði viljað sjá fólk leggjast á árarnar með verkalýðshreyfingunni og
Já, en ef að fólk tekir svo alvarlega og segjum að við værum að vinna sameiginlegu markmiði sem væri að ná hérna niður verðbólgu með þeim hætti að við ætlum ekki lítum á þetta sem viðvörunarljós og óæskilega þróun ef það eru orðið 44% af heimilunum sem í erfiðleikum að ná endum saman. Það er bara óbærilegt ástand í samfélaginu. Þá værum við að horfa á átak að halda verði niðri. Við værum að líklega heyra gagnrýni á vaxtastefnu Seðlabankans hvaða þú veist, fyrsta lagi þá er erfitt að benda á gagnið af henni en við getum bent á sársaukann, hann er gríðarlega mikill. Við verðum að horfa á tillögur í skattamálum til þess að lina þessu fólki tímabilið til þess að fara í gegnum þetta. Þannig við varum að horfa á líklega einhverja aðgerðir í velferðarkerfinu til þess að styðja barnafjölskyldur til þess að en við erum ekkert og þú myndir meiri segja að þú værir að hanna góða hagstjórnarúrræði þá myndir þú meiri segja að setja dálítið góðan pening í þetta til að létta í lægri endanum og þú myndir skattleggja fyrir því í hærri endan að því að þar er fólki sem er að halda uppi eftirspurna þrýstingi með ómikilli neyslu og sem hefur verðbólgu áhrif þannig að þá væru með því að gera það þannig að taka skattheimtuna þar þá væru að stuðla að því að ná miklu betri árangri í baráttunni við verðbólguna. Og við sjáum það í tekjublöðunum sem eru að gefa út að það er alveg nóg. Það er bara það drýpur smjör af hverju strái. Já, það er bara mjög stórir hópar sem eru bara með mjög háar tekjur og þær hafa bara hækkað mjög mikið á milli ára. Ég glemdi, vantaði 15 puttan sem náttúrulega væri líka að horfa á stórkostlegar aðgerðir í húsnæðismálum því að það sem að drífur verðbólgun áfram það eru 4,2% verðbólga á almennu verðlagi en hún mælist eins og að slá á 6,5 eða eitthvað þegar húsnæði kom inn og það er ekkert sem bendir til þess að það verði eitthvað slaki þar á því að það er svo mikill skortur á húsnæðismarkaði og vaxtakostnaðurinn hefur áhrif þar á byggingakostnað og á þeir sem að skulda mikið og eru með sínar íbúður á leigumarkaði að þeir freista þess að hækka og það dregur upp hækkunna í öllum hinum þó þeir kannski þurfi ekki á því að halda með sama hætti. Þannig að þetta er það sem ég kalla vítahringinn af aðgerðum Seðlabankans sem er bara festir okkur í þessu. En ef við höfum talað saman í desember sem ég held að við höfum gert þetta þá hefði verið svona bjartsýnn tónn í þér að það væri eins og fókusinn í efnahagsstjórninni væri að fara inn á þetta svið. Núna heyrum við þegar þetta er ekki að ganga eftir að þá heyrum við meiri söngum erfiðleika í fyrirtækjarekstri út af háum launum og fyrir í desember andmælti framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins húsnæðisstefnunni sagði það að væri eiginlega gengi ekki upp að þau var að fá fólk til þess að biðja hærri laun vegna þess að húsnæðiskostnaður verður svo hár að við erum að gera eitthvað í húsnæðismálunum við heyrum það ekki lengur við heyrum gagnrýni á vaxtastefnu Seðlabankans við heyrum það ekki lengur. Það er ekkert verið að gera það bara alls ekki og ég er bara mjög undrandi á þessu satt að segja mér finnst þetta eiginlega skortur á heilindum hjá viðsemjendum verkalýðshreyfingarinnar að það þarf bara þetta fólk þarf að sýna bara miklu meiri lit og eins gagnvart ríkisstjórninni og bara svo finnst mér þetta líka margt sem kemur upp er nú bara ósveifni eins og sumt af því sem var í málflutningi talsmanna Seðlabankans núna daginn að þar er verið að tala það að kjarasamningarnir séu að hafa meiri verðbólgu áhrif. Launahækkanir í þessum kjarasamningum fyrir fyrirtækin eru upp á kaupmáttarýrnun yfir meðaltalið og þar með upp á launakostnaðinn og mér finnst þetta bara verulega ósvífni að vera að tala þetta og svo er verið að dekorera þetta með því að búa til einhver talum að kortavelta innanlands vegna einkaneyslu hafi verið að aukast. Gögnin sem þeir birtu sýndu bara ekki neitt slíkt. Sýndi smá aukningu á kortaveltu ellendis sem er þá betur efnaði hluti þjóðarinnar sem er að eyða meiru þar en þetta er engin rök fyrir þessu og engin gögn fyrir þessu einu sinni. Þessu er stilt upp sem einhverjum merkjum það að það sé enn of mikil spenna í efnahagslífinu, enn of mikil þróttur í því þó að hagvöxturinn sé komið niður fyrir 1%. Það er ekki þróttur í 44%. Já, það er ekki, nei,
Þau bara eiga, þú veist, erfiðleikum en alltaf endan á saman. Já. Og þá það ekki til þess að með því innifallið sko ferð til útlanda og innifallið nýtt bíl og... Nei. Það fólk ekki í því. Nei. Það fólk ekki að kaupa nýja rafmagnsbíla með niðurgreiðslu frá ríkinu. Það ekki svoleiðis. Þannig að, og það nú bara oft þannig í þessu tali sko eins og hagfræðingarnir í Seðlabankanum að þeir horfa aldrei á heimilin eða þjóðina út frá því að það mismunandi staða ólíkra hópa. Þeir horfa aldrei í gegnum stéttaskiptingar gleraugun eins og það sé ekki stéttaskipting hér. Já, ég heyrði það í samtalið sem voru með á sunnudaginn, það var hópur af hægri fólki hérna. Vorum að pröfa það. Og þá var ég að fara meðal annars yfir þetta, svona lífskjara krísu sem vaxtastefna Seðlabankans ýtir undir. Og hún bitnaði að glíma okkar við verðbólguna, að hún bitnar mest á þeim sem hafa minnst umleikis. Og þá sögðu þau að þannig það nú alltaf. Já, náttúrulega mál. Já. Þannig að þau líta svo á að sko gröfin sem þú ert að sýna, sem svona hættu ástand, að við erum með vitlausa efnahagsstefnu, þar sem að þeir sem að síst skildi eru komnir bara út á Ystunöf, að þeir til að ég meina það, þú ferði ekkert, þeir horfi ekki á það einu sinni. Þeir horfi ekki á það einu sinni. Þeir telja ekki vera no news bara. Nei. Það telja bara no news. Og kannski trúa þeir ekki einu sinni, sko. Ráðherrarnir í ríkisstjórninni tala svona líka reyndar, sko. Að fólk sé ekki að þjást. Fólk sé ekki að þjást. Þetta virðist bara að vera allt betra. Þessi frekjur sem að heimta bara ennþá betri kjör. Við höfum skaffað eitthvað svona frábært kjör og svo heimta bara ennþá betri kjör. Þeim líður ágætlega sjálfsagt. En svo átökki fólki gerir náttúrulega. Já, sérst alveg á ummælu þeirra og hvernig þið tala þetta. Já, þeir ekki að horfa á þessa tekjulegri helming þjóðarinnar. Þeir horfa ekki að þanga. Það virðist vera. Herðu, ég vitnaði í samtal okkar í kringum áramótin. Ég man alveg eftir því ég man eftir því að við töluðum það í desember, ekki bara við þig, heldur bara í þáttum að það væri uppleggi frá samtökum atvinnulífsins og samkomulag þeirra við verkefnishreyfinguna, væri raunverulega verið að þrýsta stjórnvöldum á því að taka upp nýja efnahagsstefnu sem í anda þess sem við höfum verið að tala um hér. Kannski var maður bara bláður, allt og bjarsinn. Já, bjarsinn. En það ekki, að einhverju leyti þá ekki hægt að tala upp þá bjarsinni núna. Nei, eins og ég nefndi hér áðan, ég er farin að hafa þungar áhyggjur af þessu og en ég ekki að segja að þetta sé búið og spil og allt það en ef að verðbólga færi nú að fara í alvöru niður sem að munaði og stýrivextirnir sömuleiðis og vextirnir sko í bönkum og lífeyrissjóðum, þar verið að hækka raunvexti. Og þeir raunvextir á húsnæðislánum eru komnir núna í og yfir og í kringum 4% sem sögulega hátt. Sko það var ekki partur af pakkanum sem við vorum að semja að lækka verðbólgu og stýrivexti og hækka raunvexti. Þannig að fjármálakerfið hefði ennþá betra. Já, það það sem að gerist þegar raunvextirnir hækka og það bara hvergi að sjá neinn merkjum að það enginn að biðja einu sinni það að raunvextir lækki. Þannig að og fjármálakerfið virkar þannig að það eltir hver annan, einn banki byrjar á að hækka, þá koma allir hinir á eftir og svo lífeyrissjóðirnir þar á eftir og það ekkert afl þar sem að stuðlar að því að þetta fari niður á eitthvað heilbrigðara stig fyrir efnahagslífið og heimilin. Þannig að hort frá samningum ASÍ og BSRB kannski, þá horfir ekki vel, það endurskoðunar ákvæðin eru næsta haust. Já, þau eru því miður að einum og langt í þau. Alltaf snemmt að fara að spá kannski fyrir það. Það eru aðrir kjarahópar og starfshópar sem eru að skoða, nákvæmlega sem stöðu þú ert að skoða. Og þeir eru að horfa á það að byrja við að fara að ganga inn í samningana sem voru lagður upp af ASÍ og BSRB með þessar horfur. Og með heyrist þeir bara vera að segja hver á fætur og öðrum bara hell no bara
Við sem kennarar ekki að fara að semja þessa, innan þessa ramma þegar að þetta augljóslega að bresta fyrir framan augunum okkur. Saman með lækna, náttúrufræðingar, þú heyrir bara tónin. Já, ég heyri þessar raddir að það er mikill þungi í akkurat þessum hópum sem þú nefnir, heilbrigðisstéttirnar og kennarar og háskólafólk almennt sem fékk nú svona minni kaupmáttaraukningu út úr lífskjarasamningnum heldur en lægri hóparnir. Þau hafa ekki farið heldur nógu mikið inn á að fá kjarabætur í öðru formi sem að mætti nú reka meiri krafti ég fundist og skila einhverjum árangri en já, ég meina þá svo sem alveg eftir að koma í ljós hvað þessir hópar hvernig þeir taka á þessu en hérna kannski þar einhver bjartsýni að verðbólgan fari bráðum að koma hratt niður og vextir þar með og þá sé alls konar kjarabætur sem að fylgi því en horfurnar fyrir það sem eftir að þessu ári ekki góðar. Það er svo sem ekki mikið eftir kannski en 4 mánuður þó, það ekki? Já. Og hérna þannig að það bara lítur ekki alveg nógu vel út. Og það hluti af þessu vegna þess að þið vorum að tala bjartsýnina þarna í desember, janúar, að það var til þess að það gengi eftir að þá þyrfti verðbólgan að koma niður og vextirnir að koma niður og að það væri grunnur til þess að semja við þessar stéttir á sömu forsendum. Ef að það tekst ekki, þá nærði ekki að semja við þessar stéttir og þá ennþá versnar staðan því þá eru líkurnar á því að verðbólga fari niður eða að það sé svigrúm til einhver aðgerða innan ramma ASÍ, BSRB samningana þá þannig að við erum að horfa á þetta bara út frá efnahagsstjórn ríkisstjórnarinnar þá að missa ASÍ samningana svona eða forsendur þeirra svona niður það stigmagnast vandinn sem að ríkisstjórnin á við að eiga. Já, þá mun það allt fara það mun allt fara í skrúfuna þá á næsta ári ef það gerist, ef forsendu ákvæðin haldi ekki og ef að þessir hópar fara í mjög villtar launahækkanir þá viðbúið það verði og hérna þannig að þetta tvísýnt og því leyti til held ég að og við hjá Eflingu höfum kallað eftir því að ríkisstjórnin fari nú að láta þessi mál til sín taka á þann hátt að koma með einhver alvöru úrræði sem taka á þessum alvöru orsökum eins og í húsnæðisgeiranum og gera það á þann hátt að það sé að krafti gert og til þess að virka strax eins og bara það að loka á Airbnb íbúður á höfuðborgarsvæðinu sem að gæti verið að virka á bara mjög stuttum tíma til þess að dempa leiguna niður og fullnægja húsnæðisþörf til skemmri tíma og skapaði okkur þá eitthvað svigrúm til að auka framboðið á byggingu íbúðarhúsnæðis og allt það og svo líka að taka þá á þessari verðbólguhvetjandi neyslu þeirra efnameiri. Þetta þarf allt að gera til að í raun og veru að bjarga þessum kjarasamningum. En þegar í áramótin þá var svona, ég man alveg við vorum að tala það væri svolítið svona veik forysta ríkisstjórnarinnar í þessu en síðan tók Katrín Jakobsdóttir svolítið að forystuna í því og hún gerði það. Lagaði svolítið til kröfurnar og kom þessu gennur ríkisstjórn og svona hætti hún í pólitík og þá var að sumuleyti að þetta verkefni sem að maður myndi kannski ætla að væri stærsta verkefni ríkisstjórnarinnar, það er glíma við verðbólguna í einhverju sátt við samfélagið, að það er eiginlega áeittekin lengur í ríkisstjórninni. Nei, hver á þetta eiginlega? Það er svolítið eins og ríkisstjórnin hafi tekið þetta þannig að nú erum við búin að klára þetta, nú má bara setja það til hliðar á þess að verðbólgan sé búin að læknast og vextirnir alls ekki og nema síður sé og þannig að þetta er eins og þú segir, já þetta er dálítið án eignarhalds og munaðarlaust verkefni. Þetta er munaðarlaust verkefni og þess vegna var nú stjórn Eflingar að kalla eftir því að ríkisstjórnin færi nú að koma til og við erum ekki að biðja niðurskurð ríkisútgjalda í velferðarmál það er ekki það sem hefur verið að óska eftir en hefur það engi sérstök áhrif til að lækka verðbólgu Og þetta er náttúrulega megin verkefni ríkisstjórnarinnar, það er ekki það hvort að VG líki við Sjálfstæðisflokkinn eða Framsóknarflokkinn eða
það allt saman, það ekki málefni hælisleitenda eða vindmyllugarðar. Það sem meginverkefni ríkisstjórnarinnar eru efnahagsmálin sem eru horfir. Efnahagsmálin og kjaramálin, það ætti að vera það. Það það sem snertir þjóðina mest, skiptir hana mestu máli. Stefán, takk fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að ná svona fókus í þessu. Takk sömuleiðis. En ég sitt hérna áfram og við Björn Þorláksson og við ætlum að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.